Verið velkomin á hliðarlínuna á þessum dýrðar föstudegi. Við erum komin í samband við Spán og það er nýjasti leikmaðurinn í ACB-deildinni á hinum enda línuna. Það er Hörður Axel Vilhjálmsson. Komdu sæll og blessaður. Jó, verður blessaður. Það eru fyrst af öllu bara til hamingju með nýja klúbbinn. Þakka kærlega fyrir. Þetta hlýtur að vera, hvað segir maður, allavega með Facebook síðan, hérna Mission Accomplished. Já, eitt af þeim. Þetta er allavega eitthvað sem ég er búin að stefna mjög lengi og loksins er það komið. Þú ert svona búin að vera að greina frá því að þetta hafi verið ákveðin áhætta sem þú tókst að segja upp hjá MPC í Þýskalandi, þannig að allt sem þú varst að gera út á Spáni, það var svona spurningum að sanna sig, ekki satt? Jú, í rauninni sko. Þetta var náttúrulega gríðarleg áhætta sem ég tók og ég kannski gerði mér ekki alveg grein fyrir hversu mikil áhætta þetta var þegar ég ákvaði þetta sjálfur. En ég er búin að vera hérna núna síðastliðin mánuði í rauninni bara að sýna mönnum hvað ég er fram á að fara og hvað ég get gert. Hvað gerði útslagið? Akkur Valladolid? Hvað voru þeirra á höftunum eftir? Þetta er náttúrulega klúbbur með mikla sögu og í þessari sterku deild, þannig að þegar þeir byrjuðu að tala við mig þá vildi ég strax sko hvort það var ekki möguleiki að vera hér, og líka því að ég er að fara að fá að spila fullt og ég verði í góðu hlutverki. Erum við að fara að sjá þið berjast byrjunarliðssæti eftir að segja okkur það? Já, ég er náttúrulega ekki komin hingað til að vera að sitja á bekknum sko. Ég hef alltaf verið með mikið markmið og svona stór viðmið hvað ég vilja gera og bekkurinn hefur aldrei heillað mig. Nei. Hörður, síðasta tímabil í Bundesligunni, það er náttúrulega svona, hún var svolítið lagskipti, það eru náttúrulega reynda með Euroleague-lið þarna sem kom í heimsókn til ykkar og rétt marið sigur, Bamberg, og þannig að það var svona, fólk gerir sér kannski grein fyrir styrknum sem er í Þýskalandi. Verður þú var við það og sérst að taka stórt stökk upp á við í gæðum, eða er þetta einhver leiti svipa? Þetta er náttúrulega skref upp á við, en ég held að það sé ekki jafn stórt skref og menn halda sko. Það eru 3 Euroleague-lið í Þýskalandi og það eru 3 Eurocup-lið í Þýskalandi og á móti kemur eru 4 Euroleague-lið á Spáni. Þannig að þetta er ekki eins stórt skref og allir er að halda fram í rauninni, myndi ég segja. En einhver síður gæðamunur á deildunum, ekki satt? Auðvitað ekki að munur á deildunum, því þetta er náttúrulega á að vera sterkasta deild í Evrópu og næst sterkasta deild á eftir NBA í heimi. Já. Og hérna er náttúrulega líka liðin jafnari heldur en til dæmis gengur að gerast í öðrum löndum. Það er svona held að það sé aðalmunurinn. Hörður, ekki rétt skilið hjá mér að svona, það er jafnvel ekki ennþá komin endanlega mynd á Valladolid-liðið þegar það hefur tekið smá tíma hjá þeim að púsla hófnum saman, ekki satt? Jú, það vantar núna 2 leikmenn, eftir að sæna 2 leikmenn. Jó. Þá er það komið. Þannig við byrjum að æfa á mánudaginn. Hvað ertu búin að vera að gera núna síðustu daga? Varstu ekki búin að vera að taka æfingar með þeim eða? Nei, ég var að koma núna bara yfir til Valladolid bara fyrir klukkutíma. Ó, velkomin. Já, þakka þér fyrir. Ég er búin að vera bara í Bilbao og búin að vera að æfa með Bilbao bara þangað til í gær sko. Já, ok. Þannig að aðstæðan þar í Bilbao og svo reynsla. Aðstæðan náttúrulega eiginlega bara ótrúleg sko. Ég hef aldrei komast í tæri við eitthvað eins og þetta var í Bilbao sko. Þetta var rosalega flott og vel á öllu staði. Og ég kunni virkilega vel við mig hana og þetta var virkilega skemmtilegt og greiðandi.
og þú fær tækifæri að ná að spreita þig gegn Jóni mér hérna rétt fyrir nýja árið. Þeir spiluðu úti á móti Zaragoza en þið byrjið með látum, bara meistarar Real Madrid. Já, það er beint hendur í djúpa launa. Það leggst bara vel í mig, maður farið svona reality check bara strax í fyrsta leik. Já. Þannig að þetta verður fjör. Það verður kannski ekkert hægt að biðja að rýna í hópin það sem hann er ekki orðin endanlegur en það sem er komið, þekkjur eitthvað til? Ég er svona búin að reyna að safna mér bara upplýsingur núna bara upp á bara síðustu klukktímana sko. En ég þekki þetta nánast ekki neitt sko. Nei. Ég bara hitti menn og við erum að fara smá æfingu eftir, bara eitthvað svona smá hlaup og eitthvað og svo byrjuðum við bara almennilega á mánudaginn. Já. Þá fer maður og sér betri sín og sér svona hvað maður að fara út í rauninni. Er Evrópukeppnin í Slóveníu eitthvað að tefja ykkur? Maður myndi segja núna að þeir eru að fara að byrja að æfa mánudaginn að það væri kannski svona með seinni skipunum eða ekki? Nei, sko málið er að þetta lið var að fá bara réttinn til að spila í deildinni bara fyrir 10 dögum. Já, var þá endun í hann eða eitthvað svo leiðis? Já, þeir voru bara í rauninni að leita sponsorum, sko. Já. Þannig að senastu 10 daga hafa bara verið að setja saman allt, sko. Lið, þjálfara og bara í rauninni bara allt. Þannig að þess vegna eru svona svolítið eftir öðrum liðum. Ég meina, ég er búin að vera núna í Bilbao í 4 vikur að æfa með liðinu. Þannig að við erum 4 vikum eftir öðrum liðum. Þannig ef maður svona er sanngjarn þá getur maður gert ráð fyrir því að þið verið lengur í ganga á tímabilinu. Heldur það geti ekki verið svolítið dýrkeypt? Það getur verið mjög dýrkeypt og það skiptir öllu máli að allir komið með opinn hug inn í prísísunni og leggja sér allan fram svo að við náum að brúa þetta bil sem fyrst. Já. Hörður, við ætlum ekki að tefja það mikið meira, fáum kannski að fylgjast aðeins betur með framganginu hjá þér á næstu dögum, en enn og aftur bara til lukku með þetta og það verður magnað að fylgjast með þér í ACB-deildinni í vetur. Já, þakka kærlega fyrir.